Jæja, gaman að fá þig heimsókn. Já, bara gaman að koma og veita þig. Sko, ég svona pæli bara hvar við ætlum að byrja. Þetta hérna, þú gafst út bók. Já. Núna fyrir ekki svo lengur. Já. Það sem þú ert í raun að vera að segja frá þinni sögu. Þetta er svakaleg saga. Svona, þannig ég var svona pæli þegar ég var undirbúið með hvar ég ætti að byrja. Hérna, hvar byrja menn að fara af leið, ekki það að ég er nú reyndar mikil talsmaður þess að við séum ekkit endilega öll að falla í norm samfélagsins, en þegar að menn eru konur í mikla neyslu og glæpi og svona, þá náttúrulega augljóslega er orðin einhver skekkja. Þú veist, eins og í þínu tilviki, hvernig byrjar þetta? Ég sé þetta byrja mjög snemma, sko. Ég er mjög ungur þegar ég verð fyrir þessum áhrifum bara frá, sko, tónlist, bíómyndum. Okay. Og já, ég fæ einhvern veginn þessar kolröngu fyrirmyndir, sko. Okay. Og inn í þessu vil ég líka alveg definitely tala sko, föðurleysið. Já, einmitt. Að við hafa ekki haft neina föðurímynd, sko. Og ég fór að sækjast í föðurímyndir sem voru þá alltaf, einhverju bad boys. Einmitt. Og þeir náttúrulega brugðust mér allir. Já, nákvæmlega. En já, ég meina, það var bara Cypress Hill og Menace to Society og þetta, ég veit ekki hvort það sé. Já, ég var í þessu líka, já, ég fór samt ekki sömuleið á þú, sko. Nei, ég skil þig. Það var einmitt það sem ég ætlaði að spyrja þig, sko. Ég var alveg með rangar fyrirmyndir líka, en ég er kannski ekki hvatvís. Ég er mjög hvatvís. Og ég hef stundum svona, þú veist, þegar ég hef verið með eins og AA-strákum og jafnvel þegar ég hef verið að svetta með tolla og það eru menn sem hafa verið í fangelsum og aðalmunurinn og mér og þeim er hvatvísin. Já, akkurat, hún er svakaleg, sko. Kom manni á alveg hræðilega staði. Já, einmitt. Það, og svo er þetta náttúrulega bara ferli. Maður, þú stígur alltaf lengra og lengra og lengra. Einmitt, það kannski gaman að að fara þess í, sko, að þegar þú nefnir þetta með ranga fyrirmyndir, að þú hugsa maður svona eru mjög margir unglingar að hlusta á alls konar tónlist og horfa á alls konar bíómyndir og spila alls konar tölvuleiki, en svo er kannski einhver X% sem er bara í hættu af því það er eitthvað, ég veit ekki hvort það sé eitthvað í heilanum eða eitthvað. Já, ég meina svo er það náttúrulega líka bara eiturlyfin. Ég hefði ekki gert neitt af þessu sem ég gerði ef ég hefði ekki verið á kafi í eiturlyfum. Einmitt. Það er bara... Hvar byrjaði það? Byrjaði það saklaust eða... Neyslan? Já. Nei, ég byrjaði þetta bara mjög hart þegar bara strax. Ég var 11 ára þegar ég byrjaði ekki cannabis. Ok. Og var byrjaði að stelast í áfengi og mamma og pappa, sko, þegar ég var 10 ára. Ég hef ekki yngri, sko. En já, við byrjum að reykja cannabis og það félagarnir 11 ára og svo er ég bara 16 ára komin í kók og ecstasy og allt þetta já, ok. Og hef bara verið í því síðan bara þangað til í fyrra, sko. Bara non-stop eða? Já, lengsta tímabili mitt var 13 mánuðir 2015 til 16. Hvað með föðurleysi, sko, því að ég var á tímabili mikið að gera þætti svona tengda undirheimunum og ég kynntist svolítið af þessum strákum sem voru bæði, þú veist, orðnir handrukkarar og flyttin fíkniefni og fóru langt í neyslu og þar sem ég fór alltaf inn að sjá bara rauður þráður var að þeir voru mjög oft höfðu þeir alist upp af einstæðum mæðrum. Já. Hvað er það, þú veist, ef maður svona reynir að fara ofan í það, hvað er það sem maður veldur því að föðurleysi geti haft svona mikil áhrif á sérstaklega kannski drengi? Einmitt, það er náttúrulega þessi tómleiki þarna og að hafa ekki fyrirmynd, held ég. Og eins og hann sagði Gunnar, þessi, hann var að vitna í eitthvað, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var, en þessi tómleiki sem þú fyllir af djöflum. Akkurat. Og það er bara dálítið mikið þannig. Og já, ég veit ekki hvernig ég útskýra það, sko. Það sem maður átt að hugsa er, sko, þú veist, hvað er hænan og hvað er eggið,
oft tala menn að í fyrsta skipti, þú segir kannabis til 11 ára, oft tala menn í fyrsta skipti sem að þeir sko komist í annarkvort áfengi eða kannabis, að þá allt í hennu sé bara eins og himnarnir opnist og einhvers konar tóm eða þjáning eða eitthvað hverfur og allt í hennu líður eins og þú getur bara verið þú sjálfur. Já, það er algjörlega, það var þannig á mér. Ég áttaði mikið á því þá, en ég komst að þessu bara þegar ég skrifaði bókina mína og fór yfir söguna mína, að það var kvíði til við skilna foreldra mína og höfnun frá föður mínum, því hann flyttur svo bara til útlanda og ég sé hann ekkert fyrir hann að ég er orðinn fullorðinn og þá þá þessi kvíði þarna sem að fer þegar ég fæ mér kannabisið og þegar ég fæ mér áfengið. Ég áttaði mikið á því þá, en þarna var ég komið með eitthvað lausn á mínum vanda, sko. Og ég var ekkert að fara að hætta því. Ég hafði ekkert annað. Og þetta var bara skyndilaust, það virkaði og þetta alltaf virkar fyrst, alltaf þessi stöfi. Já. Og já, það er, ég tengi að myndi það. En hvernig sér það núna, þú veist, þegar þú ert fullorðinn að munurinn á því hvort að einhver fari í svona þegar hann er 10-11 ára eða 15-16, því heilin er náttúrulega ennþá óþroskaðari þegar þú ert svona ungur, þú ert bara krakki. Já. Er þá einhvern hátt, þú veist, er erfitt að eiga breyk ef þú ert byrjaður svona ungur af því að á einhvern hátt, sko, því seinna sem þú byrjar, því meiri möguleiki er einhvern veginn að heilin sé búin að þroskast þannig að það sé eitthvað skynsemis element sem að stoppa þig af. Já, ég veit það ekki, sko, ég hef bara aldrei átt breyki að hætta fyrir en að ég bara fór að hugsa með aðri mátt, sko. Já, er það svoleiðis? Það er svoleiðis, sko. Ég hef reynt allt með þér, ég fari alla meðferð sem er í boði, ég hef og margoft, ég hef ekki tölað hvað ég fari oft inn á og allt þetta og en alltaf var ég eitthvað að reyna að gera þetta í mínum mætti og það komir alltaf á sama staðinn en eftir að ég sleppti bara stjórninni þá gerist eitthvað. Hvað er það sem að gerist þegar maður talar að sleppa stjórninni? Þú veist að því maður, ég meina nú mikið af fólki sem reynir að finna aðri mátt og vill finna aðri mátt, þú veist, en þegar þú segir að vera í þínum eigin mætti. Já, sko, það er þá bara að vera ekki í neinum að reyna að ná neitt tengingu við neitt annað heldur en bara sjálfið, skilur við, það fattur við, að og það er með þetta sem að líka hefur það áhrifum að ég einhvern veginn get betur sætt mig við sögu sem ég hef, sko, að því að ég ímynda mér að sé erfiðara fyrir fólk sem að, upplifir ekki örvæntinguna, og eins og ég gerði, þegar ég gjörsamlega brotnaði þarna fyrir ára síðan og það hafði það verkum að ég fór að leita, skilur og það var það að ég upplifði bara svo mikla örvæntingu og ég var bara orðinn það hræddur og ég rann upp fyrir mér í fyrsta skipti í raun að vera alvarleiki ástandsins og raunveruleiki hættunar og mér leið pínulítið svona eins og ég hefði lifað af flugslys. Einmitt. Þannig að þetta var svona trúaleg upplifun þannig, sko, og þá einhvern veginn, já, þess að ég sagði þetta rann upp fyrir mér, þá rann upp fyrir mér líka bara hversu illa ég hafði farið með gjöfina sem lífið er og fattaru og þá bara skömm og tár og sama tíma þakklæti og það er alltaf ferli, skilur, ég hafði ekkert verið að kynna mér andleg málefni á neitt hátt en það er einhvern veginn bara með gera svona frekar rætt hjá mér og mínu tilfelli var að Jesús og að ég fer að finna bara með því að iðrast fyrirgeðu og takk, skilur, bara í einhverja mánuði komur að góða stað. Varstu þú að iðka bara einhvers konar bara bæn og ég fór í heimahópa 2 sem eru með lofgjörð og það eru predikarar og já, svona leiðtogar kannski. Þetta eru 2 sterk orð sem þú notar, fyrirgeðu og takk. Já. Fyrirgeðu og takk. Það er alveg ótrúlegar lækningamáttur og kraftur í þakklætinu, til dæmis. Ég komist að því að þú getur ekki verið þunglindur og þakklátur, skilur við, eða þunglindur og óttaslegin eða þunglindur og kvíðin, það er allan erfiðara.
og ég keyri bara á þessu þakklæti og hvernig sýnur þakklæti, þú sýnir það með gjörðum og það það sem ég að gera, þú veist. Það það, þú veist, með því að til dæmis mæta hér og skrifa þessa bók og núna í dag gera tónlist, þú veist, ég vill bara taka þátt í þessu, þú veist, ég vill vera partur af lausninni sem að ég fekk, ég vill gefa þetta áfram og, þú veist, ég vill líkjast Jesú, huggarinn mikli. Mér langar að tala meira við Jesú og líka þetta augnablik þegar þú talar þessu örvending, en þá langar mér svona fyrst að tala því þú talar að hafa farið í alla meðferðirnar og allt þetta, þá ég að gefa mér þú hafið samt hitt einhvers konar botna, þó þú hafið ekki náða að hitta stóra botnin. Hvernig það, þú veist, að því að sumir, veit ég hvort ég segir, svo lánsamir, að það bara, þú hittir einhvern eitt botn, ferði meðferð og bara þú þarft ekki meir, sko. Það engin botn að það nema kistubotn í rauninni, sko. Eða fattar mig, þú fyrir alltaf að fara neðar og neðar og neðar, þá getur þú komin á botn, bara á kistubotnin, sko. Ég held það, sko. Að það mín upplifun. Það oft talað það, að þú veist, þegar fólk ná að hitta eitthvað botn, þá náðu það að spinna sér upp, sko. Og þá að segja að bara það að þú hafi farið meðferð, þá ertu náttúrulega búin að hitta einhvers konar botn, þú ert tilbúin allavega þú ert tilbúin að reyna. Ég hef upplifað bara hrikalega örvendingu margoft í þessu. Ég var overdósað og það var botn, veist, ég hengdi 11 í einhverju fyllirsruglu, það var botn. Fattar ég Dr. Mr. Handsome tímabili skilur, kafdópaðir í kastli og eitthvað þykist vera edrú, það var botn. Eitthvað að reyna að ljúga öllum að ég væri edrú eitthvað. Varstu kafdópaðir í kastli? Já. Hvað, voru það að prómóta eitthvað tónlistinni? Nei, mamma, það hefur verið haft sambandi móðu mína út af, þú kannski mast eftir þessu, Dr. Mr. Handsome tímabili, þá var haldinn einhver neyðafundur fjölmiðla út af því að, út af mér og bara hvernig það væri ekki hægt að vera að taka öll þessi viðtöl við svona veikan gæi og byrkt allt sem hann er að segja. Og Býtu þið alveg rétt með rámar í þetta? Já, og í þessu öllu þá hefur Kastljótt samband við móður minna og hún mætir og hún er að verja mig, segjandi bara ég sé góðu maður sem að elskar lítil börn og bara virðir gamalt fólk og allt þetta, elsku móður minn bara stóði fyrir mér og svo spurðu þau hann að tala við mig hvort ég var ekki til að koma og ég samþykki það að koma og bara hreinsa bara fyrir mínum dyrum og eitthvað, en það sem ég geri er að koma eftir vöku, þambaði hálfan lítar landafruta sjónvarpshúsið og bara mætti þarna inn á hvolfi, sko. Og það er búið að taka þetta viðtal niður á netinu, sko, dýrst í guði. Já, var ekki augljóst hvernig ástandi var á þér? Jú. Eða varstu góður í að feila það? Nei, ég sagði bara lítið annað en basically skiluru, þú veist, og ég vissi ekki neitt, sko. En ég man eftir ég loki var í spurður, og hvað er Petru í dag? Ég bara, já, en það tókst ekki alveg að ljúga því. Hvað einmitt, að því að þetta er svo áhuga, þessi heimur er það sem ég teki eftir þegar ég hef fjallað eitthvað þennan heim í gegnum tíðina þegar ég hef verið að vinna í fjölmiðlum, að fólk er rosalega forvitið, sko, að því að ég held að, þú veist, ég umgengst alveg alls konar fólk og fólk líka sem á alls konar sögu, en ég held að meðal manneskjan, þú veist, bara þetta sem þú ert að segja, sko, reyna 11, þetta er eitthvað sem mennilegt fólk sér bara í bíómyndum. Drekka landa og að fara í sjónvarpsviðtali í stærsta viðtalstætti landsins og þú veist, hvernig aftur, ég fer aftur að byrjuninni, þú veist, leiðin að þessu, sko, þú veist, já, er hún hröð eða? Nei, ég man eftir alveg nokkrum atriðum þar sem að, þú veist, eins og þegar þetta fór að vera svolítið hardcore, þú veist, þegar að eftir að ég kannski gert fyrsta alvöru voðaverki mitt, sko, í handrökkunardæminu, að þegar ég var blóðið á höndunum á mér og horfði í speilin og mér leið alveg skelfilega, þetta var alveg, ég fann bara einhvern veginn svona eins og ég hefði farið yfir einhverja línu og það var ógeðslega óþægileg tilfinning, en ég einhvern veginn
ég var bara ákveðin í að keyra þarna, því mér leið bara svo illa, skilur. Ég var þarna bara í einhverjum ótta sem ég gat ekki enga veginn útskýrt fyrir sjálfum mér og ég var bara, náttúrulega bara, og gerðsannlega týndur í neyslunni og fleiri svona mómenta sem að, þar sem að kannski rann að mér í augnablik og en ég einhvern veginn, ég hafði bara ekki neitt, ég hafði bara ekkert til þess að leita í, fannst mér. En það ekki sjálfgefið, þá sem að sé nota það sem einhverja afsökun, að eins og að fara í handdrukkun, sko. Er einhver leið að gera svoleiðis hluti öðruvísi en að vera út úr dópaður? Þú veist, þegar maður hugsar venjulegt fólk, að þú ert ekki bara fæddur siðblindur, þú hefur tilfinningar, þá held ég að væri einhvern veginn ekki hægt að gera þetta nema að vera undir áhrifum efna, sko. Ég hef einu sinni gert þetta, farið í svona mission edrú. Ok. Og það var ömurlegt. Ég tala það einmitt í bókinni, sko. Og ég var svona eiginlega dregin út í það. Og en þarna maður líka bara, ég setti þetta allt einhvern veginn bara, ég afsaka þetta fyrir sjálfum mér, þetta verður bara business. Og þetta var bara undir hatti undir heimana. Og þegar þú ert bara komið þetta langt, skilur, þá þetta bara partur af þessu, þá þetta bara, name of the game. Það bara, já, ég allavega bara afsaka þetta og réttlæti þetta fyrir sjálfum mér sem bara, undirheimar. En hvað með þessi ólíku efni? Þú veist að fylgi ekki sko glæpunum, svona sem hörðu glæpum, eru það ekki meira kókaín og amfetamín, þú veist að því svo með efni svo kannabis, menn eru kannski ekki að fara mikið í handrukkanir og kannabisi? Já, kannski handrukkanir út af viðskiptum. Já, en ég er að meina bara einhvern veginn, maður hugsa sko, því ég, þú veist, aftur, talandum, hún segir sko, þú veist, mamma þín hafi komið og talað væri góður maður. Þú veist, ég hef alveg séð sko, svo stráka og kynstrákur sem hafa framið bara rosalega ljóta glæpi, en þú veist, þeir eru alveg með mjög góða hliðar. En þá hugsa maður þú veist, bara hvaða efni eru það sem að aftengja þig það mikið að þú nærð bara slökkva á því sem hægt að kalla einhvers konar samvisku. Rivotril. Já. Það sveflið ekki. Nei, flóvíkislif. Flóvíkislif frá Pfizer. Það gjössamlega bara rænir því öllu sem heitir samviska og mitt hræðilegasta tímabil var þegar ég keyrði á því og einhvern tíma las ég að ég held að það hafi verið 80% fanga á litlarinu að hafi verið á Rivotril þegar þeir frömdu sína glæpi, sko. Og þú verður algjörlega siðlaus og finnur ekki neitt. Sko, þú þurft að tala Jesú og maður er að tala trú og eitthvað svona. Myndið þú ganga svo langt að tala eitthvað sem efni og væri bara eins og efni djöfulsins, eða? Já. Ég allan að upplifa andavaldið sem er hérna í kringum þetta allt saman, sko. Ok, hvernig þá? Bara demonic. Bara allt væpið í kringum þetta, skilur, veist. Það er bara evil væp í kringum þessi efni og þá sem eru á þessum efnum, þetta gerir þig augljóslega verri, fattarðu? Einmitt. Og veist, mér líður eftir umbreytingarna sem ég hef upplifað eftir að hafa fundið Jesú, skilur, þá líður mér bara þess að ég hafa verið undir álögum. Ég tengi bara 0 við hennar gæja sem ég var, fattarðu? Bara það til dæmis að hafa selt fíkniefni, sko, bara það, að hafa geta selt Oxycontin til dæmis, vitandi hvað það er að gera við fólk. Einmitt. Bara það, burt sér fyrir öllu ofbeldinu, skilur, þá er það bara svo ólíkt því sem að trúin hefur gert úr mér í dag, finnst mér. Hvað með þarna, því við töluðum orðið fyrirgefðu áðan, hvernig er að fara í gegnum, sko, þegar auguðin opnast, eins og þetta tala að hafi gerst fyrir, hvað árið það? Já, 1,5 ár síðan ég fór nú og. Já. Hvernig er að, þú veist, að vera allt í einu edrú og sjá þetta með réttum augum, hvernig er að fyrirgefa sjálfu sér þegar að maður hefur gert alls konar ljóta hluti og, þú veist, hugsaðu, hvernig get ég reynd að bæta fyrir þetta? Það er ferlið, það er það, sko. Mjög erfitt ferlið. Verið að viðurkenna og ég einhvern veginn, þú veist, að sko, þú veist, það er mikil eftirsjá.
Ég hef talaði með viðtölum, núna áður að ég lifi ekki eftir sjá, en Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.